Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so Þeir eru settir hjá mér hérna á miðvikudagsmótni, eða svona að fyrir að koma hádegi í Myntkaup Arena, þjálfari Breiðabliks, með þjálfari Breiðabliks, Mikael Máni og Steinur Arons, velkominn. Takk. Úr ánauð, Takk. úr gúlaginu. Já, komin úr gúlaginu, komin aftur. Búinn að vera mikil keyrsla síðustu vikur, Já. en nú er maður mættir aftur. Veikur sjálfur, veikt barn, konan einhvers staðar út á landi. Já, alls konar. Þú veit að þetta ókvæsli pest, maður. Búinn að þér. Já, svona. Það er að skriða saman, eins og að heyra röddinni. Ertu eitthvað lítill í þér samt fyrir þátt, eða? Nei, aldrei lítill, alltaf stór. Ertu ekki líka svolítið stór í þér frá því að ég baði þig að taka derhúfuna og sýna hárið að þér og varst bara með, og ert væntanlega með ennþá með heldur gott hár. Já. Jú. Var eitthvað samsæriskenningar að þú værir að missa hárið? Það búið að vera það síðan í framhaldsskóla, sko. Já. Kitty Marnos til dæmis var mjög harður talsmaður þess að ég var með hátt kollvik, sko, að ég var að missa það. Í dag er hann komið að hærra kollvik en ég. Það er samt með gott hár, eða ekki? Þetta er fullnaða sigur fyrir mig. Já, en kollvikið hans er heldur hátt. Já. Komið yfir mitt. Mitt er búið að haldast hátt en eins síðan framhaldsskóla, sko. Já. Hver er besti sköllótti þjálfari deildarinnar? Bara hvernig er power rankið? Topp 3 bestu sköllótti þjálfarar? Balli Ragn nr. 1. Já. Ingi Þór nr. 2 eða? Bosse hlýtur nú að gera eitthvað til kall. Borse. Rúnar Ingi. Arnar Borse. Rúnar Ingi. Ég segi Baldur. Ingi Þór. Ég segi Baldur, Borse, Rúnar Ingi. Þetta er mín topp 3. Já. Arnar ekki í því? Hann er 4. Já. Eru fleiri eða? Hann sé ekki að Jarðars að deild, ef hann hóp sem er búin að vera með, það setur hann í 4. sæti. Já. Eru einhverju fleiri sem að fá honorable mention eða? Nei, ég held ekki. Nei. Alltaf enginn sem kemur hérna í hausinn á manni. Ok. Skemmtilegt, góð byrjun, þetta var óundirbúið. Er Hjalti sköllóttur? Nei. Nei, Hjalti er bara krúnrakaður og harður. Já. Hann er bald by choice, Já. BBC. Já, ég veit það samt ekki hvort hann sé. Hann er það sko, hann er bara með full set of hair. Já, ok. Hérna, það er svolítið síðan að bikarinn kláraðist. Ég horfði á þetta á pub út í Englandi og var ekkert eðlilega gaman. Þó ég hafi hort á leikinn í gegnum síma þá sá maður hvað þetta var. Þannig að gleymir í stundum hvað íslensku körfubolti er skemmtilegur þegar það er svona mikið undir. Já. Bara úrslitakeppnin, að fá það svona inn í bikarinn núna í undanúrslit og úrslitin. Þetta er svo ógeðslega gaman þó þú horfir á þetta í síma einhvers staðar og bara Viltu ekki missa þessu, skilur? harkan, hitinn, þú veist, Spennustíð bara. spennustíið og stemningin. Já. Þetta er ekkert eðlilega, maður vonar svo mikið að núna þá förum við svo inn í leiki sem að skipta non-stop máli fram á úrslitakeppni, að við fáum svona meira þetta, því að mér finnst þetta hafa verið smá svona allt og margir leikir sem að maður finnur að það svona kannski skiptir ekkert öllu máli hvort annar liðið tapi. Nei, það búið svolítið mikið þannig leikjum. Er það ekki líka bara því að menn hafa ekki að stressa, svo bara sæna einhvern leikmann fyrir gluggalok og Jú. búast við því eitthvað breytist? Jú, mögulega. En hérna, þannig að við ætlum samt að byrja bara á þessum úrslitaleik þó að séu 3-4 dagar frá þetta kláraðist. Sko, byrjum bara á því jákvæða. KR-ingar til hamingju. Ekkert eðlilega góðir í þessum leik, bara báðum megin. Man alltaf að sagði þetta eins og þætti fyrir hvað, 2 vikum? Stuðl 7? Sagðir að þeir myndu vinna bikarinn? Já, ég þættir hérna. Sagði hvað þetta Gunnar Bertur vinur minn að setja á, hvað fengi hann háan stuðl að myndi setja á Sagði KR? hann að Álftanes myndi vinna bikarinn en þeir voru ekki í undanúrslitum. Það getur verið. Það er mjög gott kall, sko. Ég tók það ekki. Nei, ég tók það heldur ekki. Ég var með stjörnuna, 3,5. Ég var svo lítill í mér og sagði að Stjarnan myndi vinna með einni körfu á karra.is. Já. Sé ennþá eftir í dag. Þú ert náttúrulega eitthvað svona, þið hafið alltaf þarna uppi Kópavogi verið eitthvað litlir í ykkur gagnvart Garðabæ. Þeir eru með eitthvað svona tök á ykkur. Ég veit ekki hvað það er. Það kemur sérstaklega fótboltanum, mikið, sko. Þá eru blikarnir stærri. Blikarnir eru þetta ekki litlir í þessu það. Það er rígur á milli, skilur Já. Stjörnunar og Breiðabliks í fótboltanum, sko. Þetta er ekki rígur samt í körfubolta, þetta er bara minnumáttakend, sko. Það er þín orð. Já. Þeir eru bara með ykkur í vasanum og ég vil að þetta fara að breytast. Já, ég sammála mér ósamla. Þetta er frá því að Friðrik Anton fór þarna yfir eitthvað bara í 8. bekk, sko. Er það yngri flokkar eðalri?
Já, mér finnst það að byrja þar. Hafa Þeir sækja það sem þeir vilja sækja í Kópavoginn. Já, flestlið hafa svo gert það ekki tíðina, en það er annar mál. Það er annar mál. Heyrðu, hvað það, ræðum þetta KR-liðans. Af hverju eru þeir allt í einu, ég veit af hverju, en ég ætla að spyrja ykkur samt. Ræðum bara hvernig þeir eru orðnir Veistu það samt? 10 sinnum betri heldur en þeir voru. Ég meina, þetta var bara eitt svona aumasta, sultulegasta liðið eftir fyrstu 4 leikina sem þeir unnu. Það var engin spurning að þeir myndi tapa næstu 6 af 7 sko. Já. Og það raungerðist sko. Við töluðum mikið það líka, Já. bara maður horfði á þetta lið og þeir voru bara ógeðslega soft. Já. Það var ekki, jú, það er alveg góð leikmenn á milli, skilurðu, en það var ekki þessi liðsheld sem maður sjá í dag, skilurðu. Já. Þetta chemistry. Hvort finnst ykkur vega þyngra að þeir séu komnir með annan stóran mann og Vlatko spilaði hálfan leik, skilur, þannig að þeir koma bara inn með 4. útlendingin sem er, hvað heitir hann aftur? Reynalds. Alltaf Jakobi Leiklum, Linnards og Reynalds. Já, kemur annar lettið þarna inn sem stórmaður. Hvort er það að vega þyngra eða leikstjórnandaskiptin Júkovic heim og Toms inn sem leikstjórnandi? 100% Júkovic skiptin sko. Já. Leimani sé líka bara töffar eins og eftir hann hendi Drungilas í gólfan í undanúrslitunum. Það var ég fyrir aftan bekkinn og maður heyrir hann bara segja við gaurinn á bekknum bara stay down pussy. Segir Toms við Drungilas. Já. Það er þetta stórt. Og skilja bara hann töffar, hann kemur með svagg inn í þetta lið sem voru ekki endilega með, skilur. Bæði með svagg og ró líka, finnst mér. Hann getur miklu meira tekið þetta leikstjórnarhlutverk sem að Dóti var svolítið komið með eiginlega bara og getur tekið það svolítið yfir og stýrt þessum, stýrt leiknum sérstaklega í crunch time, sko. Já, og svo er þetta náttúrulega líka, núna það gengur illa hjá liðinu þegar hitt lið tökur áhlaup sérstaklega þessu stjörnuleik á fara til Leimanis. Linnards og Leimanis pick and roll og þeir fá okkur gott út úr því. Maður hló svolítið að þeir séu komnir með 3 letta og þetta sé litla Lettland og svona, en að vissu leyti sko er þetta alveg samt einhvern veginn. Einhver mættur. Já, hann má bara koma inn og Ríki. Ég ætla að segja það samt skilur við gerir líka mikið fyrir einhvern veginn. Þeir eru samheldnir þessi 3 gæjar. Já. Maður sér það bara í þessum leik, skilur. Þannig að ef þeir eru bara einhverjir geðveitt góðir vinir og eru mættir til að láta ekki vaða yfir sig og... Stólarnir reyndu náttúrulega að fá Reynalds. Já. En örugglega lettlenska tengi sem að veldu því hann fer í KR í staðinn. Já. Já, mjög líklega og það allan að ef þetta er bara svipuð tilbúð og svoleiðis að þetta velur að það frekar, skilur og að vera capital area. Já, ég ætla að segja það líka. Það hjálpa líka örugglega hjá mörgum, sko. Það hefði getað samt ekki eftir Evrópukeppni, þannig að það er svona, maður hefði haldið það fyrir Evrópumenn þá vegi það samt líka upp á bara ferilskrá, sko. Reyndar alveg rétt, sko. Var hann ekki held ég með þess að spila í þessari Evrópukeppni með hinu félagsliðinu sínu sem hann kemur úr? Held það. Það ekki, ég gerði ekki alveg það djúpa research. En sem ég ætlaði að segja það er svona, það sem að breytist samt líka fyrir utan hvað Toms Leimanis er góður að stýra þessu og setur hann stoppar stundum áhlaup. Tvisvar allavega setur hann þrista driplinu sem svona kemur þessu einhvern veginn aftur í þægilega fórustu og... Einn annar bara mjög svona smá viltan í hraðahlaupi, sko, sem var bara mjög stór, sko. Það sem að mér finnst líka gerast, sko, er að þeir eru orðið svo stórir. Þeir eru íta Linnards í fjarkan og þeir eru báðir hreyfanlegir og þú veist, Linnards allavega bara fínn að skjóta og þessi er með góðan jumper þarna í kringum vítabúntinn. Já, hann er mjög soft touch og svo hann líka bara frábær sóknarfrákastari, hann hefði með einhver 7 sóknarfrákastari í úrslitaleiknum. Svo ítaði KJ úr fjarkastöðunni yfir þristastöðuna. Hann er orðinn bara mjög stór og athletic þristur. Þeir eru bara mjög hávaxið lið og langt lið og þetta sást eiginlega svo ógeðslega vel á móti stólunum. Þeir eru að mæta hérna Seitriki, kannski Gex, Basíl, svo eru þeir með Drungilas og Taivo. Áttu með Tóta, Leimanis í ár sem er líka hávaxinn, skiluru, svo ertu með KJ, svo ertu með Linnards og Reynalds. Þú erum bara komið með alla að 1,90 plus eða 2 metra. Og mjög langur Þorri að koma inn á bekk líka, sko. Svo eru þeir náttúrulega að valda mjög mikið að liðum hausverkum með því að setja alltaf KJ á bakvörðin í hinu liðinu. Og svona einhvern veginn fara að skipta hlutum, að þeir eru að gera það ekki í úrslitunum og hafa litandi lendið dálítið miklu veseni búið á því. Þeir eru svo ógeðslega þéttir varnar, svona valstemming í þessu.
orðið mjög þettir. En ég ætla að segja sko að því að þú nefnir hvernig þeir Orðið harðir, eins og maður segja. Já, hvernig þeir líta út á móti Tindastól. Ég meina, mér fannst þeir líka bara líta hjúts út á móti Stjörnuliðinu. Já, alveg. Og Seth Leday er þarna með 19 fráköst og bara gerir allt sem hann getur sko hoppandi og skoppandi En svo er hann í svona smá villuvandræðum og fer bara út til að blása. Þegar hann lendir bara allir í villuvandræðum. Þú ert komið með 1.90 Bjarna Guðmann í 5-una og það er engin Hlynur Bærings lengur til að koma inn á. Já. Þeir voru píngu litlir maður. Ekkert píngu litlir, þeir eru allir 1.90 skilur, en það var engin 2 metra maður. Nei, maður farin að sjá ógeðslega mikið og fyrir þennan leik hvað Seth Leday skiptir miklu máli og er náttúrulega búin að vera frábær fyrir það sko. Það er svo mikið ógn í rúllunni, þú ert með Ægir og Hilmar að koma að einhverju skrínum. Já. Þú ert með Seth bara rúllandi á körfunni, þetta er svo mikið... Já, en Guð minn almáttugur samt, þegar hann fær boltan og reynir að fara 1-1, bara... Hann er hræðilegur í því. Hvað er hann að... Ég skildi ekki, þú ert með Hilmar Hennings, Janis, Ægir, þeir eru allir þarna. Svo fær Seth Leday boltan einu sinni upp á topp, fyrir eitthvað kross einhvern og skýtur sko yfir spjaldið. Þú veist, ef hann myndi bara sleppa þessu og koma upp sig, hvað hann er ömurlegur að fara 1-1 og skjóta boltanum, þá væri hann bara eins og Rombley í fyrra, skilurðu. Já, hann er geggjaður í þýrluturki. Þessu svona auka, kalla bara... Ég held sko að því hann er kanni, þá finnst honum svona eins og hann eigi svolítið að vera go-to-gæðin líka inn á milli. Og það bara hann skorar aldrei úr því, sko. Svona smá, ég held líka að þeir hafi bara ákveðið mikið frelsi, sko, allir leikmennin í Stjörnunni. Eins og þeir hafa verið að spila. Þeir hafa verið að spila hratt og... Ég segi bara eins og Hannes Hólmsteinn. Það er fínt að vera með frelsi, en þú verður ekki að fara vel með frelsi, Steinar. Já. Og þetta Stjörnulið er að fara mjög illa með frelsi sem Hannes Hólmsteinn gaf þeim. Þeir voru líka bara vanstiltir í þessum leik, ef við förum aðeins í Stjörnuna. Þeir voru ekkert vanstiltir. Þeir voru mjög vanstiltir. Förum við í Stjörnuna, komst þú með þitt teik, svo Mikael, svo ég. Mér finnst bara hausinn ekki rétt skrúfar á. Þeir voru alltaf mikið að líta á sig sem svona, hvað maður segja, það er ætti að vinna, fannst mér. Þeir fannst allir vera á móti, þeir fannst dómarinn vera á móti, þeir fannst káringar vera vondið við sig og vera að berja sig eitthvað þarna og eitthvað skilur. Þeir voru bara ekkert harðir eins og þeir hafa verið síðustu leiki. Þeir voru ekki að komast upp einhvern veginn með það sem þeir hafa verið að gera, að spila fast, ná að stela ykkur boltum, keyra upp. Stjarnan er eiginlega bestir þegar þeir eru góðu varnarlega sem þeir hafa verið nýlega. Ofta talaðum bara að vörnin er besta sóknin. Ég er með spurningu. Voru þeir ekki bara bæði á móti Keflavík sem þeir vinna at the end? Já. Bæði á móti Keflavík og í þessum Keflavík leik og í þessum úrslitaleik. Voru ekki bara lamdir á móti? Jú. Og það var svona það sem að slóða bara svolítið út á laginu. Það hitt liðið bara brotnaði ekki eins og Grindavík hérna daginn og Tindastóll daginn í deildinni. Ég segi það fór bara í hausuna, það voru vansteltir, skilur. Þeir bara byggust ekki við að fá svona alvöru mótspyrnu, skilur. Já, mér finnst, þegar ég horf á leikinn, mér fannst Stjarnan ekkert endilega eitthvað að vera rosa léleg til að byrja með leikinn. Mér fannst þeir byrja ágætlega, en Kári spiluðu bara ógeðslega vel. Þeir voru bara að spila sem besta körfubolta sem þeir gert á tímabilinu. Og þá komum við á þann punkt sem mér finnst mjög stór. Mér finnst Seth og Janis sérstaklega bara að vera ekki með hausinn í þau að spila í svona title contenders. Það er alltaf eitthvað vesen að þeim finnst mér. Líka með Seth, svo eru komnir 15 stöðum undir og Seth þeir byrja að hrinda KJ og skilur farnir einhvern algjör að vitlaus í staðinn fyrir að einbeita sig bara, heyrðu það 15 mínútur eftir að leiknum. Spilaði bara fucking körfubolta. Málega bara Seth Leday getur ekki verið í þessu því það er engin, þú veist, Bjarni Guðmann er duglegur en hann er meiri bara fjarki, sko. Ég tala hann í undanúrslitaleiknum, það er bara að fá, þá lemur að boltan burtu, fara aðurinn með 4 villur, ákveður að slá boltan aftur bara í crunchinu, Hefðu þeir átt að, þegar Hilmar Hennings kemur heim, hefðu þeir átt að kveðja Pablo Bertone og taka annan stóran mann til að rótera með Seth Leday? Það hefði alveg sniðugt. Ég hef heyrt að einhver lið í fyrstudeildinni fengu Pablo, voru boðin Pablo. Ég hef mögulega reynt að losa hann, hann er alltaf bara, eins og talaði maður, hann hlýtur að vera garantítsamning, sko. Allir líkur á því. Jú, þetta hefði það verið bara svona að besta í stöðunni, en þeir kannski hafa ekki alveg viljað kyngja seðlunum, sko. Þeir eru einum mjög góðum bakverði of margir í raun og veru, sko. Já, eftir að Hilmar kemur, já. Já, ég er meina bara í dag, fattar þú. Tala Pablo átti eitthvað leikimann á móti stólnum eitthvað skilur sem skora 20 stig. Pablo er góður í körfubolta, hann getur bara að spila 90 mínútur því það er bara svo ógeðslega mikið bakverð undan honum. Já, og eins og líka talaði að Pablo maður sér alveg að gæðin er þarna og líkaminn er þarna, en það bara hefur ekki verið að smetla yfir hann allt tímabili, sko. Það er bara eitthvað off hjá honum. Er þetta ekki áhugjefni hjá KR
sérstaklega. Ég horfði á leikinn þarna hvað bekkurinn ógeðslega þunnur. Svona já og nei sko, mér finnst Frikki til dæmis hafa verið mjög góður á tímabili og mér finnst alveg svona leiðilt að hann sé svona aðeins að missa spilatíma með komur innald sko. Þegar mér finnst gaman að hann sé að hafa verið að spila og standa sig vel. Er þetta samt ekki bara í svona gamla skóla íslenska uppskriftina? Þú ert bara með pjúra þína bestu 5. Já. Bara Turbo og 4. 6. Já, Þorri er svo bara obviously sjötti maður. Já. Þú ert með bara fast byrjunarlið Já. og svo ertu með fastan 7. mann og svo koma Veigar Áki og Friðrik Anton 7-8 bara til að leysa af, berjast. Báðir geta, þú veist, gert eitthvað gott líka. Frikki setur 1 og 1 trist og Veigar Áki óhrættur að fá villur og einhvern veginn bara er að berjast. Já. Og svo eru alveg fílir leikmenn eftir það líka, sko. Já. Sem að þeir þurfa í raun ekkert að fara í lengur, sko. Nei, mér finnst Orri er komin í KF, eða ekki? Jú, skiptið. Hann náttúrulega var alltaf gamall til að horfa á Vensla. Þannig að Orri Hilmars er komin í KF, hann er bara alveg dottinn út úr KF þá. Já, hann er samt með á bekknum að æfa með þeim held ég, sko. Já, svo ertu með, þú veist, fullt af bara svona mjög góðum fyrstdeildarspilurum eins og Lasso, Reynir og eitthvað svona sem eru... Lars getur líka alveg komið inn á og barist að spila sko. Þannig að ég er ekki sammála, ég held sko bara KR sé ekki alveg með sama budget og Tindastóll og Grindavík og Stjarnan og eitthvað. En þú veist, mér finnst líka bara óþarfi að 7. og 8. maðurinn sé með 750.000 kall á mánuði og íbúð sko. Það er bara, KR eittu því bara svolítið í fyrstu 6 og Mike, fyrstu 5-6. Frikki, eða eins og hann kallaði Mike, bara gott budget sæn með það. Já. Finnst mér alltaf. Þetta eru svona budgetleikmenn, ungir að verða eitthvað eins og Frikki, nei en það Lars og eitthvað. Eða bara einhverjum svona gæjar sem eiga kannski eftir að, þú veist, Frikki er kannski að springa út í vetu, fattar við þannig. En funduð þið munin bara svona á að gleðjast með ykkur liði að vinna? Hvað er miklu skemmtilegra ef lið með uppalda leikmenn úr þessu félagi er að vinna heldur en nokkuð fyrir Stjarnan unnið og með alla aðkeypta íslensku þarna skilur úr A-landsliðinu? Mér finnst það bara... Mér finnst það miklu einhvern veginn maður bara samgladdist Tóta Turbo að taka þennan titil. Þetta var, fyrir mér, og það með allir vera fúlir yfir þessu, þetta var svona Dirk Nowitzki að vinna Miami Heat. Ægir er Dwayne Wade, Hilmar er hérna LeBron og Orri mætti líka var þarna sem Chris Bosh sem uppalinn stjörnumaður, skilur við. Hópa sér saman og auðvitað samgleðst maður hinum gæjanum sem að er ekki einhvern veginn að komast í landsliðið síðustu misseri að vinna þá. Það var líka bara langbæst íslendingurinn á vellinum. Já, langbæstur. Bara, já. Á báðum endum vallarins sko, hann var bara geggjaður í báðum leikjunum, bæði með stólum og hérna stjörnunni. Já. Tóti. Myndi svona aðeins á sig og, þú veist, bara mér finnst það geggjað fyrir deildina. KR er svolítið svona stimplað sér núna inn í bara þeir eru orðin contender, skilur, meðan á hópsvermi núna og nú eru komið 5 lið sem að mínum mati sem eru contenders í dag. Það væri leiðilegt að þessu 2 lið myndi mæta þessu undanúrslit, finnst mér. Já. Þetta væri frábær úrslitasería. KR, Stjarnan. Já, væri það. Erum við að fara fram úr okkur með að spá KR, bara að labba í gegnum, ég meina, bara í síðasta þætti, bara til að vera sanngjarn við, ég er náttúrulega minn helsti gaggrínandi, skilur við. Já. Og ekki eins og þú. Nei. Við vorum bara hérna, umræðin hérna hefur verið bara sko, er KR að komast í playoffs eða Njarðvík eða Álftanes, fattar við? Já, nú smá sér. Aðeins búið að lagast kannski, en þú veist, við vorum kannski komnir í það í síðasta þætti, hvaða lið eru vond sem opponents fyrir topp 3, skilur við, og við vorum bara, þú veist, er það IR, KR og veist, Álftanes eða hvernig sjáum við þetta? Já, algjörlega. Ég meina, hvar setjum við KR núna þá bara? Tvö á powerrankingum mínu. Bara í deildinni? Hver eru betri? Svo þú setur bara, eftir bara 2 góða bikarleiki, erum við þá bara að setja KR fyrir ofan Tindastól, Suðurnesin eins og þau leggja sig? Mér finnst bara þessi lið bara hafa verið að skýta upp á baka á síðkasti þegar maður er í kringum. Meðan KR eru upplið, þá eru þessi hinlið bara á algjöri niðurlið. Í powerranking er ég alveg sammálunum sko. Þú talar síðustu 4 og 5 leiki. En ef ég horfir lengra fram í tíman, þá er ég með alveg 5 liðarna sem eru öll í séns, skilur við. Tindastóll KR færu inn í seríu núna á föstudaginn, fyrsti leikur. Við erum bara að segja að KR væru favorites í að vinna seríuna. Mér fannst Tindastóll halda sér í leiknum með einhverju Taivo Badmus þristum bara í seinni hálfleik sko, þarna í undanúrslitunum. Þeir voru alltaf svona klóra bara að hanga. Þetta var aldrei hægt. Mér finnst það bara... Í báðum svona leikjum... Ég veit ekki hvort ég sé sammála, mér finnst það bara svo stór
breyting. Þetta stór breyting, já. Þetta alveg overreaction Wednesday, sko. En ég er ekki að taka bara myndina þessar 2 leiki, ég er líka að taka leiki deildina undan. Þeir voru búin að vera vaxandi, skilur. Það þarf að taka aðeins minni myndina líka. En vissulega, við vorum svona, er maður að kaupa þetta og þessi bikarhelgi svona seldi mann alveg að þeir eru jú mættir þarna, skilur. Svo er þetta náttúrulega ekkert ódýrt lið, sko. Þetta með 3 gæða Evrópuleikmenn þarna, pluss Tóta, Þorra og Kani sem er örugglega að fá eitthvað, sko. Já, nýlega Kani samt, sko. Nýlega Kani, hann er ekki, já. Kannski hann er eini en hinir 3 útlendingarnir eru ekkert að fá. Ég veit að Tom Sleimanis og þessi gæjar þeir kosta alveg sitt, en þetta er samt ekki DeAndre K. Badmus 7. samningur á Íslandi 10.000 evrur, sko. Náttúrulega þú keppir ekkert við Keflavík eða Grindavík eða Tindastól í launum náttúrulega eins og staðan er. Svo Callum Lawson í Val, ég meina, þú veist, það kostar líka, þú veist, við vitum bara að leikmenn sem eru að fá 3., 4., 5. samning hérna kosta meira heldur en góðir Evrópuleikmenn sem eru að koma í fyrsta sinn. Linnast er ekki ódýr, skilur, hann er að vera einn áfram, fattar þið? Já. Rósa þér að þú er búinn að tala í lengi og bendi mér á það fyrir ekki. Já, takk fyrir það, vinnur. Hvað Linnast væri bara eitt besti bollsmann deildarinnar? Hann er geggjaður. Ég var mjög lengi svona einhvern veginn efins, en það er smá síðan, það var fyrir bikarhelgina sem ég var komin á það bara að jú, hann er með bestu bollsmann deildarinnar. Líka bara pungur á honum í þessum úrslitaleikir, þannig að skora bara 13 af 15 fyrstu stigunum eða eitthvað. Hann er líka bara svona fjölhæfur. Við elskum gauðra sem rífa kjaft. Já. En ef það er eitthvað sem er betra heldur en Giannis og DeAndre Kane og svona gauðra sem rífa kjaft, er bara gæi sem að grjótheldur kjafti og er fucking harður. Mér finnst hann vera þannig. Hann er aldrei að rífast, hann er aldrei að kvarta. Hann er bara með þennan ljóta svip sinn einhvern veginn og bara grjótharður, skilur við. Vel innskjur. Já, bara svona ekkert rosalega tignarlegur en bara ógeðslega harður. Því hann er nefnilega ekki tignarlegur, þannig að það er ekki sem að selum hann eitthvað hann sé frábæri körfu, en svo er hann bara ógeðslega góður. Skora bara boltanum. Líka bara svo íslenskt, svona gott fyrir íslensk deildin að vera svona, þú kemst ofta ekkert ógeðslega langt að vera tignarlegur, sko. Hann er bara skrappi. Það gæti verið... Hann er samt alveg með gæði, skilur, það bara... Þú veist, þetta er bara oft skorur hann bara fullt af stigum sem eru bara ekkert flott, sko. Bara slips og bara einhver svona hraðalöps. Og þegar hann fer upp and under þá er það bara svona eins og hann hafi æft sig ógeðslega mikið á Selfossi, fattarðu? Það er ekki bara svona frá náttúrunnar hendi einhver mýkt í því, skilur mig. Ok, hvað geta Stjarnan gert til þess að vinna? Ég meina, þeir eru ennþá efstir í powerranki. Já, þeir eru það, bara út af mannskap og öðru, sko. Þið spurðu mig hérna síðast, þú varst síðast. Já, það seinast. Já. Veitu hver kom hérna með manna síðast? Atli. Já, þar var ég spurður af þeim hvort að það yrði líklegra að Stjarnan myndi vinna deildina þegar þeir tapa þessum leik. Það er sjaldgæft að besta liðið vinni hvorki bikarinn deild. Nei. Já. Er samt bara ekki Grindavík það langt á undan hinu liðunum að það er bara langt líklegast að þið takja deildina? Ég meina titilinn. Já, bara Íslandsmeistaratitillinn. Ég heldur að það er deildarmeistaratitillinn. Svo erfiða. Og þann erfiða. Sem Ívar tók á sín tíma. Já. Hann er betri í fyrstdeildar sem þú ert að þjálfa núna, sko. Já. Það skiptir hann meira máli. Hann gefur hans meira allavega. Nei, eru þeir ekki langt líklegast að þráttur að misti í sig einu leik? Jú, og gefur náttúrulega, þú veist, finn að segja svona, en þú gefur mér hungur og allt það, skilur, og bara nú alltaf svara fyrir þetta tap hérna í bikar og ætlum að vinna fucking titilinn. Það er ekki spesleikur fyrir Njarðvík að fá þá núna á 50-daginn, sko. Nei. Og bara með líka bara, þú veist, Baldur og bara þessi gæjar, margir hverjir eru alveg svona... Skap í þeim. Það er skap í þeim, sko. Þannig að ég held að þeir... Komið mest óvart, bara, sorry, ég er snúður hérna, með hérna, þegar við vorum að missa hausinn og vorum að tala um það, Luka Gasic misti hausinn í lok leikstafna. Bara alveg. Já. Og ætlaði bara að hjóla í menn og eitthvað, en hann var svona að reyna að halda aftur, en samt var bara alveg að missa það, sko. Sá bara rautt, sko. Ég að tala, það var einhver sem sagði mér að það hefði þurft að halda Saturday frá dómarum eftir leik. Tók ekki eftir því, sko, ég myndi alveg trúa því. Fannst ykkur þetta eitthvað ósengjant dæmt, eða? Nei. Ég skilur bara... Mér finnst bara tíndómgæsla, sko. Já, bara ef eitthvað þá var það bara báða bóða, sko. Það var ekkert eitthvað, hallaðist ekkert á einu liði fannst mér. Mín lína á dómgæslu er alltaf dæma minna, spila meira. Já. En það var alveg 26 villur dæmdur á Stjörnuna í þessum leik, sko. Það var mikið dæmt á, ég held að það var 26-19 villum. Ég ætla ekki að fakta það, en það munið alveg... Er það eitthvað galið eða? Nei, ég meina ég er bara að segja að þú veist það var mikið dæmt. 26 villur eru margar villur, sko. Já, það kom mikið af mér í lokin. Já.
bæði þeir eru að brjóta í lokin til að stoppa og að pressa mjög stíft og eitthvað. Þeir eru alltaf að grípa leikinn rosa snemma og þeir töluðu það Matti og Gunni í lýsingunni að vonandi verði þetta ekki línan í leiknum. Þetta voru dæmdar svona 3-4 mjög mjúkar villur strax í byrjun en svo einhvern veginn svo sem helst leikurinn ekkert soft sko. Oft þannig að menn eru bara svona aðeins að reyna að fóta sig og finna línuna og eitthvað skilur. Það er líka bara mjög erfitt einhvern veginn að því að Stjarnan eru svo fysikal að leikurinn verður alltaf fysikal. Þeir brjóta þá bara þeim mun oftar en halda honum alveg hörðum, fattaru. Já. Var ekki Ísra Martins að alltaf og brýtur á það 5 sinnum, það var dæmt 5 sinnum og brýtur 25 sinnum það var dæmt 10 sinnum. Jú. Svolítið þannig sko. Hann cracked the code. Já. Mér finnst líka Stjörnumenn svolítið vera að slá og svona, það er bara dæmt að sláttur sko. Þú getur alveg verið að bodja menn og vera aðeins seinna og eitthvað svona og það er því er sleppt. Leðu fyrir að rýtsa og eitthvað, þá dæma dómarar sko. En hvað geta þeir gert til þess að bara vinna þennan titil? Ég meina, er það bara svona áfram og bara haga sér betur og hitta úr meiri skotum? Jannis náttúrulega gat ekki hitt sko raskat í þessum leik. Já, náttúrulega það er líka stór hlutur, bara Hilmar Hennings og Jannis set ekki skot. Já, Hilmar var ekki góður í hvorum leikjanum sko. Það var mjög lélegur í fyrri og líka bara mjög lélegur í seinni sko. En mér finnst það miklu meira að vera hausinn og stilla sig að heldur en nokkuð tímann eitthvað X's and O's skilur. Það skipta miklu. En hvað eru þeir að gera sóknarlega talandi um X's and O's? Því að í báðum þessum leikjum þá koma rosa margar sóknir sem að ég veit að þú hatar því að þú hataðir Vinicius Heat og þú hefur hatað Jacobi Ross og þú hatar leikmenn sem dribbla mikið án þess að gera neitt. Það er ótrúlega mikið af sóknum þar sem að þú sér fyrir Ægi, Jannis eða Hilmar upp á topp. Þeir hafa ekki verið að gera. Og þeir eru svona einhvern veginn að bíða eftir því, þú veist, eru þeir að fara í handoff, eru þeir að fara í eitthvað aksjón þar sem að þeir senda og fara sjálfur og setja skrín sem bakvörður og poppa það. En þú veist, ég veit ekki hvort að það sé það að KR. Mér finnst þið best þegar þú voru að hlaupa mikið að play-in fyrir Luka Gasic af því að hann bara sogaði það mikið að sér. Það var kom mikið opnun út frá því. Þetta er náttúrulega rótast eitthvað með komið Hilmar svona en það var nú svo sem verið búið að slípast til núna skilur svo löngu. Þú veist, ertu að spyrja hvort ég hati þetta eða hvort að ég... Nei, ég bara, hvað, af því að þú segir að þetta er ekki about the X's and O's. Þeir skora einhver 80 stig. Já, fyrir mér er Stjarnan bara varnarlið, skilur. Já, þeir verða samt að vera með eitthvað plan sóknarlega. Auðvitað verða með plan sóknarlega, en... Er planið í dag bara bestu gaurarnir dribbli endalaust og svo skorið þeir 1-1, skilur? Mér finnst það samt bara eins og við komum inn á mig, það er bara það sem KR gerir vel, þeir bara öllum boltaendurum þá eldur yfir aggressíft, leyfðu Hilmar ekki komast inn í skotið sitt sem enda með því skilur að allt í einu bara komnir í 5-5, engin yfirtala og þeir þurftu að búa til eitthvað upp á sitt einsdæmi bara út af því. Ef ég mætti eitthvað að stjórna sjónleikstjórnuna þá myndi ég láta Luka Gasic og Hilmar vera að hlaupa ykkur dæmaplay með Saturday Day skilur og bara spila út frá því. Bara frjálst. Ég myndi láta Ægir ekki vera að dribbla loft úr boltanum allan daginn sko. Ægir segir í hálfleik, við þurfum bara að berjast meira. Ég svona frussaði bjórnum yfir mig allan. Bara svona, vil ég ekki bara kannski gera eitthvað annað? Eða þú veist, þetta er bara ógeðslega hæfileika ríkt lið að spila aggressíva vörn og bara svona vörn, berjast. Það er identity þeirra fyrir mér sko. Já, en þú veist, hvað ætla þeir að gera til að skora ekki 80 stig á móti Tóta Turbo sem hefur nú ekki verið kallaður góðu varnarmaður áður eða þorra heldur sko. Það er sem ég segja, þú getur verið að hlaupa þessi dæmaplay skilur með Jannis og Luka Gasic og Hilmari bara og Orra þess vegna líka sko, en ég myndi hafa Orra miklu meira bara svona sem spot up eitthvað staðar í dag sko. Já. Herðu, förum í næsta mál. Það er bara það góður að rúlla. Að ég myndi nota hann bara í öll skrín sem hægt er sko, og Bjarni Guðmann getur þetta líka þegar hann kemur inn á. Já. En hvað segir þjálfarinn? Hvað? Hvað myndi þjálfarinn gera? Komdu með 360 gráðu greininguna á þetta. Hvað ég myndi gera ef ég væri að þjálfa Stjörnuna? X's and O's. Ég held að það eru fáið þjálfari deildinni sem að hugsa jafn mikið, hvort sem það er á sóknarhelmingi eða varnarhelmingi vallarins. Hann er náttúrulega í fullu starfi sem þjálfari Stjörnunnar, þannig ég held að hann er pælir í þessu, já. Ef þeir halda sama striki þá eru þeir bara í ágætismálum sko. Ég held að þetta sé meira bara eins og þú talar sem bara hausinn eins og það er núna, bara að ná að halda einhverju stóískri ró yfir alla leikinn, með ekki fá eitthvað bakslag og það er alltaf eins Saturday Day komin það að hrinda Casey to set eða eitthvað þannig. Já, og bara menn að missa hausinn eitthvað. Sem er steikt með svona gauðra eins og Hilmar og Orra og Ægi í liðinu sko. Ég veit, Hilmar og Ægir samt ekkert missa hann í hausinn. Orri var rosa mikið að fórna höndum. Nei, ég segi að þetta eru svona gauðra sem eiga geta haft stjórnarmönnum skilur og bara verið svona leiðtogar sem bestu íslensku leikmenn deildar. Ég held að þetta sé ekkert, ég er ósammála sko. Ég held að eina sem hafi farið í hausinn á þeim bara það sem við erum vanir að gera, er ekki að virka í dag til að brjóta andstæðingana. Við erum 12 stigum undir, við erum 16 stigum undir. Það er leikhlé. Það er heldur ekki að virka eftir leikhlé.
Fara þetta og það bara fer í hausina þér þegar að þú ert ekki að finna lausnir, fattar við. Þetta er bara gott lið að tapa. Ég meina, ég ætla að koma með fótboltadæmi. Þú veist, PSG hérna í sumar þegar þeir tapa fyrir Chelsea, geggjaði leikmenn, þeir eru bara hópslagsmál eftir leika því að þeir eru ekki vanir að tapa og láta sparka þess í sig, sko. Er þetta þá bara ekki best að það getur komið fyrir Stjörnuna þessu tímapunkti, bara tapa einu leik? Jú, ég væri ekki til í að Njarðvík á 50-daginn, sko. Sjónarmið, skilurðu. Herru, en förum í næsta mál. Sko, þú segir áðan, Mikael, að fyrir utan KR þá séu allir með að skýta í sig. Sagðir það ekki orðið? Nei, en þeir voru bara ekki sama kaliber og KR og Stjarnan eins og staðan er núna. Já. Hvernig bara röngum bara nú er búið að loka Stólar eru alveg sama kaliberi samt. Nú er búið að hérna deildin hefur aldrei verið með fleiri dýra og betri leikmenn. Nei, það er bara búið að sæna allar helstu hetjur síðustu ára hérna frá Könum og niður í Íslendinga. Vantar bara að vinna sér hít til að koma aftur. Já. Búið að loka glugganum. Nú eru 2 mánuðir þangað til play-offs byrjar. Þú loksins hægt að tala Nei, ekki einu sem það. Alla sko. 5-6 vikur. Þannig að núna getum við loksins bara svona halla okkur aftur. Footballmanager er búið sem tók hálft ár eins og alltaf. Já. Nú geta allir helstu aumingjar landsins farið að safna peningum til þess að borga þessum gaurum og hætt að skipta sér að því hverjir eru í liðinu. Nú er að tala um stjórnir landsins. Þannig að ég spyr, hvaða þjálfarar hafa bara svona mesta verk að vinna til þess að liðið verði samkeppnishæfast og geti, þú veist, bara ná það djúpt í play-offs að það sé hægt að standa við skuldbindingar fjárhagslega. 1, 2, 3 bara Grindavík, efstur listan. Hildur svolítið Grindavík eða ekki? Jú, ég myndi setja Grindavík langefst. Þannig að Jói og þjálfarateimi hans, þeir eru bara heillumhórnir, skiljur. þar er mest að gera. Þeir voru langbestir og nú eru þeir bara verstir af þessum topp 5 liðum. Maður hefur enda heyrt að Parko er mættur í standi sem að maður bara sá hann ekki fyrra. Okay. Já, sem bara geggja, sko. Hann er bara mættur með sixpack og allan pakkan þegar maður bauðst ekki við að það eru flestir vídeófundir þar framöndan. Flestir vídeófundir þar framöndan. Okay. Er það svo ekki bara stólarnir, skilur það? Stólarnir, unnu Brussels í gær. Já. Í hörkuleik, víst. Skítöpuðu 2 í deild og svo í bikar þar á undan 3 í röð. Þannig að þeir eru 0-3. Það er að mæta íslenskum liðum på síðkastið. Og er svo bara ekki valsararnir. Fyrsta skipti með 4 útlendinga bara í vegferðinni sinni og Jú. bara krafa örugglega allavega á því að þið komast í undanúrslit úrslit. Ígor Maric búinn að missa prófið. Svo sé Sagan. Aftur? Nei, það bara... Ég veit það ekki. Sagan segir bara konuna sér skullanum á æfingar og hanga þarna meðan hann er að leika sér í bolta. Sagan lýgur aldrei. Ég held að það sé með bílprófnefnilega, sko. Já, þetta er bara hvað sem maður heyrir. Þá er þetta bara racist saga frá einum sem við þekkjum. Já, ekki fyrsta sinn. Ekki að þetta tengist körfubolta á einhverju. Nei. Hérna... Það var nú margir ekki samt líka núna Hjalti Vilhjálms, ég meina... Jú. Eftir að þeir töpuðu þarna í Njarðvík, ég meina það hlýtur að vera... Þeir bara gamla á það að komast einhvert þegar þeir fá inn Justin James og bæta við Serba og bla bla bla. Ég er að tala í senast af þetta, þeir eru þetta bara peningaðisla að sæna Justin James og nú eru þeir bara hættu að komast ekki í play-offs. Þeir eru ekki með innbyrðis á Njarðvík. Ef Njarðvík vinnur 1 leik og Álftanes tapar, þá eru þau komnir í 8. sæti. Já. Já, algjörlega. Þannig að þeir þurfa, látum við þá ekki bara í 3. sæti? Er þetta ekki Grindavík, Tindastóll, Álftanes sem að þurfa að vinna, eða látið þið vala á undan, þar finnur að opna tölvuna sem er orðin bara svona, hún er svona rykfæld. Hún var síðust opnu 1999, hann svona þarf aðeins að opna hana núna og hérna Jamil, hvað er aftur passvortið? Heyrðu, hérna, hvar vorum við staddir? Smá truflaðir. Við vorum að tala að Jamil þarf að gefa Finni Frey passvortið og hann þarf að fara að þjálfa og finna lausnir. Já, ég bara ætla að segja, ég man það núna, þá lengi sem ég sé val með fullið sem menn eru heilir, þá líta það bara vel út. Þeir eru bara solid. Ósammála því. Geta unnið öllu í deildinni. Geta líka tapað fyrir öllum liðum og hafa tapað fyrir öllum liðum. Já, en þá er alltaf vanalega eitthvað í gangi hjá þeim. Það er einhver meiddur, eða einhverjum meiðslum, eða spilameiddur, eða eitthvað. Og ég veit að Callum er náttúrulega verður tæpur út allt tímabilið, en hann er að fara að spila áfram, skilur. Kísson Woods er búinn að skora 2 0-2 stig
Ég hef alveg sagt mér hans meiddur en mér er bara alveg sama sko. Kirkis Woods ekkert meiddur, ekki þannig. Það snýri sig eitthvað þarna en hann ekkert eitthvað alvarlega slasaður. Sérstaklega jekkabrotning á tímabilinu. Og hvað er 5. liðið? Hvað er 5. liðið? Það er Keflavík. Keflavík. Já, en þeir voru þeir ekki bara ágættir í þessum undanúrslitaleik og... Já, eina sem þau setja út á skilur er að það gekk upp hér með Martinez-leik. En maður er líka búinn að sjá á tímabilinu sem að þessi hlutir hafa ekki gengið upp. Unnu Tindastól án Semi Remi Martin í þeimleik. Já, svona... Og þeir hafa gert mig vel á tímabilinu. Já, og sannfærandi skilur. Já. En mér finnst bara, eins og maður sé á tímabilinu, Remi er varla hlaupandi föllin. Og það er risa áhyggjuefni fyrir þá að hann gæti ekki klárað hann leik. Það er það. Hann fór grátandi út af vellinum. Þannig að, svo bara 5 manna... Veit einhver hvað er á honum með það? Þetta var lærið að mjöðum eða eitthvað skiti. Hann er bara illt einhvers staðar. Já. Þetta er bara náttúrulega Fokkin prímadonna og eins og við höfum alltaf vitað. Ég var að tala hversu alvarleg þessi meiðsli eru sko. Líka bara slítur hásinn. Þú ert ekki búinn að hreyfa í 2 ár. Svo ætlar allt í einu að fara að spila 40. Var ekki búið að segja að hann sé búinn að vera í pick-up og í standi bara ever? Ég veit það ekki. Jú, eins og var það ekki að sama að vera að keppa. Já. Svo mætur skilur á milli balla. Ég ósammála því. Ég og þú spiluðum pick-up-bolta alltaf á sama leveli og þegar við kepptum. Já. Við æfum eins og við spilum. Já. Við erum svo típa. Hefur farið í pick-up-bolta með Emil Barja? Já. Hann er ekkert eitthvað leinari þar, sko. Hef ég gert það? Það var svona trikkspurning. En já, nei, hann er grófari eitthvað. En pick-up-bolti er oft grófari heldur en venjulegu bolti. Já, ekki dómari. Það fer eftir hvaða fæðingarhálfvitar mæta þarna ítandi og hrindandi, sko. Og dæmi ekki villi á sjálfan sig. Er þeim ekki að lendi því? Ég hef bara í gegnum tíðina mikið verið í pick-up-bolta sem er bara leiðilegur að því að 3 fáiðar mæta, sko. Menn sem svona, kannski voru að æfa handbolta en ekki mikið í körfu og annað. Eða eru gjörsamlega búnir að missa lappir og hraða en langar ógeðslega mikið að keppa þannig að nota hendurnar mun meira bara. Ég er meira svona að gæða bolta. Stjörnunni B. En listin okkar er svo satt. Grindvíkingar, Jóhann þarf að vinna mikið núna. Já. Þeir eru í efsta sæti, þeir eru með frábært lið. Nú þurfa menn að fara að vinna vinnuna sinna. Voru að sækja einn af dýrir útlendingum deildarinnar í Parkó. Já. Númer 2 erum við með Tindastól sem eru með ofurlið og það er bara 3 í röð og það er bara svona þeir fóru bara súrt út úr þessari. Já, og bara mikið áhuga. Mögulega líður þeim betur núna að Káur hafi líka unnið Stjörnuna samt, sko. Já, algjörlega. Mér finnst bara samt svo pirrandi að horfa á þetta lið því að við tölum það að Ívan og Drungilis gátu ekki spila saman. Já. Við erum að sækja annan mann. Sem er ennþá verri. Já, sem er ennþá verri og getur ennþá minna að spila með Drungilis. Hvernig var hann í gær? Mest galið að láta Ívan fara því mest Ívan hafi verið mjög góður á þessu tímabili. Í 3. sæti látum við Hjalta og Ívar og Álftnesinga. Er Ívan kominn í IA eða? Er það staðfest? Já, hann er með á morgun. Veistla. Eða látum við Val fyrir ofan Álftanes eða? Valur samt bara þó að þeir myndi ekki þjálfa neitt. Fyrir ofan Álftanes? Já. Í að þurfa að... Ertu að meina já bara þjálfarilega séð? Já, bara svona hverjir þurfa að vinna... Álftanes er langt frá Val, sko. Langt frá ofan, Valur í 4. sæti, Keflavík í 5. sæti. Þrátt fyrir að Keflvíkingar hafa spilað vel. Þannig að Stjarnan þarf ekkert að fara hýrsi upp sig, þeir eru bara að halda áfram og eru góðum stað. Ok, herru, förum þá á næstu blaðsíðu. Sko, ég er með eitt hot take. Ég ætlaði að vera með hot take lista, en svo hugsaði með mér, þessi gæjar, þeir eru, tala svo mikið, ég get ekki verið með lista. Svona lítið deildin út í dag. Og hot take mitt er bara að þetta er búið. Maður er að heyra Milka sér meiddur og jafnvel í meira heldur en 1-2 leiki. Já. Þeir reyndu náttúrulega að sæna Ívan Gafralauts. Álftanes eru þarna í 8. sæti með... Njarðvík. Já. ÍR og Álftanes eru með sigri meira heldur en Njarðvík. Njarðvík eru engum heimi án Milka að fara að vinna fleiri leiki. Samt með innbyrðis og með leikjadagskrana sem Álftanes er með. Já, Álftanes, þetta er bara búið. Það er tekið mitt. Playoffs image er búinn. Við erum með tvískipta deild. Ég sammála því. Það er playoffs og svo ertu með fallbaráttu. Þó að Mikael vilji reyna að tóra ykkur hita á Álftanes þarna með Njarðvík, þá er mjög ólíklegt að það gerist. Ef Álftanes kemst ekki playoffs, einum sigri meira en Njarðvík núna og Milka meiddur, þá mega þær pakka saman og leggja liðið sitt niður. Já, þeir eru alltaf bara í fallhættu en það líka samt, sko. Þeir eru ekkert í neinni fallhættu. Jú. Þeir eru með 3 sigrum meira heldur en Þór Þórðarsson. Það eru einhverju 6 leikir eftir. Á ekki Ármann innbyrðis á Njarðvík eða? Já, þú ert að tala um Njarðvík núna?
Já, Njarðvík eru fallandi. Já, ég held að vera með Álftanes. Sérstaklega Milka á. Ég segi Njarðvík eru fallandi. Þeir geta jú ná play-offs fræðilega séð og, þú veist, jú. Nei, Njarðvík eru í fallbaráttu, þeir eru ekki í play-offs-baráttu. Ég segi að þeir geta mögulega kannski, en það er mjög ólíklegt. Ég sé ekki gerast, en þeir eru í fallbaráttu. Ég hef eitt hot take hérna. Já, hvað er með hot take-ið þitt? ÍR lítur betur út heldur en mörg af þessu liðum sem er hérna í 5. til 3. sæti. Já. Staðan er núna. IR? Já. Já, sammála. Sérstaklega með innkomi Kavas. Já, mér finnst það bara geðveitt sæn, sko. Það eru mörg lið þarna allavega í upper half sem að væri bara hörkuseri á móti IR. Já. Og þetta munuði þetta enda þannig að vonandi, þú veist, 5. til 8. sæti eru að fara að gefa öllum seríu, sko. Það eru allir búin að eyða þannig peningum í þetta. Já. 5. til 8. sæti að þeir eiga bara ekkert að vera að labba yfirlið, sko. Verður einhver sáttur að detta út í áttalúrslitum í þessu topp 8? Ekki eitt einasta lið. Nei. Ekki eitt einasta lið. Álftanes meiri sér. Jú, ef að IR og Álftanes taka áttalega úrslit 3-2 þá bara lífið heldur áfram, sko. Jú, já, alveg rétt. Álftanes, sant? Og svo sem ef að Ef það fær í 8 leik, skilurðu. Ef að KR, þú veist, eins og staðan er í dag, þá fær KR Tindastól. Ef það tapar seríunni 3-2, það fara alls aftur að kota. Bikarmeistarar og tapja 8 leikum undir Tindastóli, þú veist, það er allt í lagi, sko. Já, og bara það er erfitt að vera meistari, skilurðu. Það er alltaf að vinna. En Álftanes Grindavík, ef þetta endar eins og þetta er núna, hafa verið hörku sería. Það er bara svo marga seríur þarna sem að líta ógeðslega vel út þarna núna, sko. Er ekki bara það lítið eftir að Grindavík eru komnir með deildarmeistaratitil? Ég held sem bara komið með þeim, sko. Ég er ekkert eðlilega heitur fyrir því að Stjarnan fái líka IR í fyrstu umferð, sko. Það er geðveikt, sko. Drauma playoffs uppsetning run and gun. Hún er svona. Hún er Grindavík Álftanes. Já. Hún er Stjarnan IR. Já. Stóla KR. Já. Valur Keflavík? Nei. Valur fer upp fyrir Tindastóli, við fáum Val KR. Já, ok, já. Það væri gaman. Það væri reynda. Það ekki. Og Tindastóll Keflavík er líka alveg saga. Það er svo leiðilegt að ég held að Valur myndi vinna KR, sko. Á Iðnó. Já, það getur vel verið, en það væri, nú mæta KR einhvern veginn ekki litlir. Nei. Síðast var það svo mikið uppsett þegar þeir slóðu það út. Og það var svo geggjað og mikla tilfinningar. Núna var það mögulega favorites og eitthvað. Nú eru þið komnir the new guys, skilurðu? Og Valur orðnir smá eldri. Já. Skilurðu? Það er það bara ekki svipið sería og þennast, bara Jón Arnar og Pavel. Nei, þeir eru ekkert smá eldri, þeir eru svo sem ekki með Pavel og Jón heldur Kristó og Kára, þannig að þeir eru ekkert eldri en þeir voru. En Kristó er eldri en hann var síðast. Já. En það er drauma uppsetningin mín, að við fáum Val KR og svo Tindastóll Keflavík sem er, þú veist, það er alveg einhvern veginn, þeir hafa svo oft mæst eitthvað upp á síðkastið. Beigarnir núna, serían þegar að Tindastóll köstuði út og Jaka kýldi Kísson Woods muniði. Já. Þegar Hjalti var með það ennþá. Hvað hefur Jaka móti Kísson Woods? Fyrst kýlir hann og svo stýr hann undir hann í... Hún finnst að vera latur kanni og hann það þannig að hann átti að skilið. Hann átti skilið. Heyrðu, ok, en þið eru sammála þessu. Við erum konum með deildarmeistara, það er fallbarátta, það er hörku fallbarátta. Ía Þór Ármann eru bara í, ég veit að Njarðvík eru svona næstu into it, en það er svakaleg fallbarátta milli þessara þryggjaliða. Ég er spenntur að sjá holningun á nýja kananum hjá Þór Þorlákshöfn. Já, hvað hefurðu heyrt? Mikill íþróttamaður. Þetta er svipaður prófíll og Glenn Watson var á þessum tíma. Hann kemur úr Nebraska líka, bara high scorer þar. Spilaði hann með Tóta? Ég er ekki viss nefnilega. Örugglega ekki. En hann kann að skora. Reyndar á þessu tímabili þá er hann að koma út að hann hefur spilað illa í næsta deild Ísrael. Sem er hörkudeild, samt. Já. Og hann er alltaf búið svona, ég held samt að Lalli sé að næja handabaki á sér að hafa ekki tekið Khalil ef hann svo fljótur að... Er þessi ekki tvistur eða? Jú, þetta er meiri tvistur heldur en ás. Svona wingman? Spila vörn líka. Og hver ætlar þá að pointa? Verður það bara ekki er Lalli með einhvern leikstjórn, er hann bara ekki með skorra? Hann hefur nú alltaf verið samt með... Jú, mér finnst Lanaras bara líka bara hafið geggjaðir hjá þeim, sko. En hann er samt ekki, sko, hann er bara tvistur skorar. Lalli hefur samt alltaf verið með, sko, öll góðu Þorlákshöfn hafa verið með pjúra kana point guard, sko. Glenn Watson var svona ekki pjúra point guard, þó hann var það skilur en hann var samt svona... Hann hefur verið með pjúra point guarda sem eru bucket gerðir. Hann er satt að pointa í Euroleague núna. Já. Glenn Watson, Vinny Shahid, auðvitað var Vinny Shahid meira að skora eftir pointan, hann var svona pjúra point guard, skilur. Já.
Þeir eru bara leikstjórnandalausir núna, sko. Skorarar, bara menn sem getur um boltan. Bakvara skorarar. Þeir sem með leikstjórnandaskorari er ekki að sama og að vera með fyrst sem hefur aldrei komið upp með bolta. Eru ekki búinir með þessar stöður í deildinni í dag? Nei, ég er ekki viss um að þetta sé gott fit fyrir þá. Kemur í ljós. Þeir hefðu átt að taka pointcard. Ég held að þetta gæti verið bara mögulega fall. Já, þeir geta alveg fallið. Ég veist bara, ef þeir hefðu sænað Shabazz, þá væri þeir aldrei að fara frá falla. Á móti hvað liðir eftir Ármann búinn að spila á móti Þór, Ía, Njarðvík? Og af hverju var Lalli, hvað varstu að segja, sorry? Hvaða liði er Ármann búinn að spila á móti Njarðvík, Þór og Ía? Því ég er búinn að heyra að Brandon Afrett mæti í síðustu 2 leikjum tímabilinu sem er á móti 2 af þessum 3 liðum. Hann er náttúrulega meiddur, já. En hann verður mættur fyrir síðustu 2 leikina. Tjóðsins óhefni er það, maður. Já. En þetta er samt, ok, þeir eru Tindastól og Stjörnuna núna. Ármann og Njarðvík og Þór þóttn eftir. Þeir eru Stjörnuna næst. Tindastól. Svo er Grindavík og svo er Ía í lokaleik. En það eigast 3 lið öll eftir. Djöfusans óhefni er þetta samt hjá þessum nýliðum. Þeir einhvern veginn klúðra öllu sem hægt að klúðra í byrjun, ármenningar með útlendingascience og Skæin alltaf búin að rótara meira í liðinu heldur en Matti Dalma gerði á 3 árum, sko, og það var mikið rót. Já. Þeir eru með einhverja 7-8 útlendinga á launaskrá í dag. Bara meðislinn hjá Goiko og meðislinn hjá Brandon Afrett núna. Og á öll fokkupin sem þau hafa sjálf búið til. Þú veist hversu mikill óhefni er þetta, sko? Já, þetta er hart. En örlögin eru höndunum hjá Ármanni bara. Þeir eru bara... Algjörlega. Eiga þeir ekki innbyrðis og Njarðvík fyrir? Þeir eru heldur innbyrðis og öll liðin þarna. Ég held það líka. Ég er bara hræddur að þetta sé bara of stórt fyrir þá að Brandon Afrett sé... Það verður mættur þarna held ég undir lokin, sko. Já, en þú veist, þá ertu svona búin að mögulega orðið of seint, sko. Já, gæti verið. En ég held bara að það áttu aldrei breyki næstu 2 leiki, Stjarnan og Tindastóll, svo landsleikir. En er ekki bara, setjum við ekki samt... Njarðvík rústa Ármanni fyrir umferðinni. Setjum við ekki svolítið bara pressu á það núna samt eins og með Skagan, þeir eru konum með Ívan, sem er bara prófíl. Ég meina, Tindastóll er ekki að sækja í Excel-skjál blaðsíðu 3, sko. Ég skil ekki hvernig þeir lét að fara. Mér finnst það búin að vera bara góður hjá þeim. Hann er svo leiðilegur. Skil ekki svona. Hann er svo leiðilegur í klefanum. Sagði hver? Pétur Rúnar eða? Sauðkræklingar. Já. Var ekki Dimitri... Fúla atvinnumannaleið, sko. Var ekki Dimitri svo skemmtilegur fyrir það, svona sænaður hann? Já, svo var það, sko. En er ekki líka bara leiðilegra að skítappa með ömulegan gaur í staðinn, eða? Já, líka þenni er ömulugur. Þú veist, vondi þarf maður að éta sokið sinni. Kannski var hann leiðilegur við þjálfarana. Þú veist, prófíllinn er ræðilegur, sem var bara skoða hann áður en hann sá hann spila. Og svo er hann bara lélegur, þegar hann ekki mætir, sko. Jú, fyrst í leikurinn sem hann að spila þarna eitthvað og... Þetta er náttúrulega Hvenær kemur Goiko tilbaka? Ég bara hef ekki teirt, sko. Við varum svo lengi að senda hann í myndatöku að það verið lengi á að svör, held ég. Sko, þeir eru konum með dýran Kana, sem er góður í sömu. Þeir eru konum með dýran leikstjórnanda, sem er góður stundum í sömu, í Ilja Djokovic. Þeir eru með Ívan núna komin inn sem stórmaður þannig til að Goiko kemur inn, þá getur hann mögulega verið fjarki með honum eða eitthvað. Bafuto er ennþá. Bafuto er þannig að þeir eru með 2 turna núna. Þeir eru komin með mjög gott berjastlið, sko. Óskar bara að ákveða það. Heyrðu, 9 skólan var ekki að virka, förum í þann eldgamla, Twin Towers. Sko, ég var mikill Óskarsmaður hérna í byrjun. Mér finnst það bara geggjað að nýr þjálfari í efstu deild sé að taka sigra. Ég kann líka samgleðast. Og ungur nýr þjálfari sem hefur kannski ekki alltaf fengið ást einhvern veginn, eins og þegar hann var á Akureyri og eitthvað svona, við vorum eitthvað, en það er bara komin pressa núna, sko. Þeir eru búin að vera fucking ömurlegir upp á Suðkastið, hann er búin að fá... Ekki fucking ömurlegir, þeir hafa alveg átt leikið þarna sem hafa verið bara... þeir voru einhverjum ógeðslegum skrappileika móti Álftanes. Hann er komið dýran stóran mann í staðinn fyrir dýran stóran mann sem meiðist. Hann kom með evrópskan leikstjórnanda og kom með Kana wingman. Þú veist, hann fekk líka inn Bafuto til þess að þessi annar stórmaður að berjast, skilurðu. Hann er með Lucien á vængnum einhvern veginn sem er ágætis spilari og þú veist, einhvern veginn kemur alltaf inn þegar einhver er meiddur. Þú veist, það er bara... Þetta er meiri breyting heldur en bara nýliðar og fátæk liðin að gæslappa fá að gera
og ná að gera yfirleitt, sko. Þeir eru með top 8 budget í deildinni. Já, örugglega. Ég meina, þeir eru alveg búin að eyða meira en Njarðvík í þetta lið, sko. Meira en ég örugglega líka. Sveipa kannski. Þeir eru búin að, við skilum bara hrófla mikið við liðinu. Þetta byrjuð með allt annað lið en er núna. Já. En sem mér skegja, þú veist, þeir eru bara að reyna allt til að halda sér uppi. Þeir ætla bara að halda sér uppi. Já, ég veit það, en núna er búið að reyna allt og nú er stjórnin búin að loka tölvunni sem að þeir eru búin að vera með, þeir eru búin að vera bara með mining center hérna, stjórnin. Já. Ekki bara að mæna Bitcoin, þetta er bara að leitaða leikmönnum fyrir og eftir alla fucking leiki. Nú bara eru þeir búin að loka og nú er það bara, jæja, Óskar. Og meira sé að búin að reka aðstoðarþjálfaraðinn. Það er Þeir eru aðstoða núna. Lucien held ég bara. Já. Otmar, Kani, liðstjóri. Margir kóngar þarna, sko. Eiga þeir séns, þú veist, bara á móti Val á morgun að vinna, eða? Mér finnst það. En alveg séns. ég held bara eins og þú segir, skilur, að það er bara að senda skilabóð. Þeir ætla að festa sig í þessari deild. Þeir vilja ekki fara aftur niður. Já. Þannig það er, það er komið pressa. Lokum stöðinstrákar á því að ranka þessi 4 niður neðri hluta. Ég meina, Njarðvík eru obviously í 9. sæti, eða það ekki. Við erum ekkert að, þeir enda bara í 9. sæti. Gun to your head, Steinar. 2 í stuðul, Njarðvík enda í 9. sæti. Tekur það? Milka er meiddur. Það er að taka það inn í myndina. Fæ ég 5 sekundur í að skoða hverja er eftir? 5, 4. Mikael, hvern setjum við næst? Ég held að þetta Skaga næst. Þrátt fyrir alla breytingar? Þú getur ekki á endanum þá bara drepur þetta móralinu liðinu og ert búin að skipta á 10 leikmönnum. Ok. Njarðvík Stjarnan, tap. Njarðvík KR, tap. Ármann Njarðvík. Sigur. Kannski, fyrir eftir. Sigur. Andan afrætt getinn, kemur inn. Sigur, engin Brandon, sigur. Þetta er 3 leiki í höllinni. Mögulega Milka og afrætt mögulega komin inn. Og í höllinni. Njarðvík Valur. Stuttu fyrir play-offs. Svo Þór Þ og Keflavík. Þeir vinna 2 leiki í viðbót. Mögulega. Þeir vinna 2 leiki í viðbót. Sko, ég segi... Það líka bara svo illa út, sko. Mjög illa út. Ég held að þetta sé bara rétt núna. Ég held að þetta sé Ía, Þór, Ég held að Þór fari upp fyrir Ármann. Ef að var rétt er... Ég held að Ármann falli. Ég held að bara því miður líka bara hann kemur aftur, hann verður mögulega eitthvað höktandi og svo er bara deildin búinn. Bara ef Njarðvík er að halda sér bara safely þægilega uppi, þá er það bara þjálfara sigur fyrir Rúnar, sko. Njarðvík endar í 9. sæti, Þór endar í 10. sæti, bæði Lalli og Rúnar skipta gig, báði góði þjálfarar, eru brendir eftir þetta ömulega season, ömulega lið og því miður fara báðir nýliðarnir niður. Ég er samt ekki að vera best fyrir Ármann að fara niður. Eiga er eitthvað efni á því að vera... Jú, ég er bara búin að ána með það að hafa Sokkamann einhvern veginn. Verið miklu betur enn ég bjóst við nokkuð tímann, sko. Sérstaklega eftir að afrætt kom inn, sko. Bara að horfa á að spila er allt annað eftir að afrætt mætti. Bara konum með Kana sem getur eitthvað loksins, sko. Hendum okkur þá í leikina sem eru framundan. Þetta er Steinar. Alltaf bara komin 3 leikir inn á Epicið. Já, og komin einnig viðbót þegar þú komst þaðan. Og komin annar? Já, Stjarnan Njarðvík líka. Plus 10,5. Já, ég tek mínusinn á Stjörnuna þar og bæt honum hann inni. Hann er að fara þá... Já, það er með sama seðil og ég, þannig að við getum bara farið á minn seðil. Farið bara aðeins niðar. Tölum þá bara sameiginlega seðilinn okkar. Hvað ertu með yfir KR í stigum? Þetta er ósammála því. Álftan sé hann að gera leiki leiðilega. Hvað tókst þú í þeim leik? KR Streitvin 1,67. Ok, þá er þetta 2 mismunandi seðlar. Byrjum á Steinari. Afsakaðu þetta Einar. Byrjum bara þér. Við erum báðir með plus 17,5 Akranes. Þeir tapaðir ekki bara hittulega með 8 til 11 eða eitthvað? Líklegast. Valur er ekki mikið að vinna leiki með 20 stigum. Ivan Gavrilovic kemur hérna inn með smá inside presence. Já. Bara... Að Fútó getinn setja hann á bekkinn. Hann er alveg svo leikmann sem eins og Halli Karvas er alltaf okkur. Þau vorum í 8. bekk. Hann var heimskur orðljótur. Hann er daldið fútvenna. Já. Hann er svolítið þannig. King Halli Karvas. Mér finnst illa vegið hjá bónuskvöldi Extra þegar tóku bara Fútó fyrir. Voru að hlæja á honum. Það var dettandi hana með Ragnar Nat út allt. Þeir eru náttúrulega jafngóða manneskjur af því. Já, þeir eru ekki jafngóða manneskjur við, sko. Nei. Það er líka bara... veit ekki að segja neitt. Þú ert með Þór plus 8,5, ég var kunta og sett hann í plus 10. En við erum bara sammála. Er þetta ekki bara... Er þetta ekki nær 50-50 leikur? Það þótti bara búin að gefa þetta leik og ég held að verða aftur. Er Kanin kom matvanlegu? Hver? Kanin.
Örugglega búið að vera langt síðan. Nefn hann sé með einhverja Hann var alltaf kominn inn á KKÍ dóma á sér félagaskipti bara áður en að Ross Var það sem þjálfurinn staðan? Já. Ég fann hann aldrei sjálfur, ég var einhvern veginn að Nei, ruska á síðunni. hann var í einhvern duldum linkum sem við fengum stenda. Já. Við fundum hann ekki sjálfur en Ég fann hann svo víst sjálfur. fannst hann reynda hann sjálfur? Já. Ég er með aðgang að database í KKÍ, þeir bara veit ekki að því. Þú ert með KR Sigur, straight win. Já. Er ekki bikaþinga? Nákvæmlega, er þetta ekki smá hættulegt? Er þetta ekki banahíðu? Bara allt hann sem er svo fokkin liðlegir, sko. Já, það er svona svo ógeðslega algengt að menn séu sloppi eftir spennufallið, sko. Ég var að fengi tíma til að elda. Já, ég var búinn að fá tíma til að elda. Ég var áskil. En svo mögulega líka bara 2 vikur off, þú veist, ég veit að mig, komdu bara inn, labbaði bara í gegn. Þeir eru yfirleitt ekkert rosalega, svona eins og David Okeke, minn maður, sko, 2 vikur off. Já. Hann er ekki alveg að hreyfa sig. Þú veist, þannig TikTok hans maður. Já, ég ætlaði að segja, hann er ekki með fókus í vísbyggarvikunni. Það er svara komið. Mér finnst það að vera bananahýði þar. Ég setti frekar á minn yfir 91 stig eða 93 stig. 93,5. Flott við þér. Ég held þeir vinni alltaf bara. Ætlar að bæta stjórninu inn á þetta? Ég held þeir séu bara komnir í gír. Bara þeir eru búin að fá að smakka hvernig er að sigra. Hvernig er að vera að vinna. Vera gott lið. Ég held þeir haldið bara þeirri vegferð áfram. Ég var hérna... Og bara... Þeir fengið að fara átó, vera með flöskuborð og hafa gaman og svo bara nú back to reality, sko. Ég fór út að borða í síðustu viku með fjölskyldunum minni og sagði 10 sinnum afsakið þjóð. Það er sigur í súpunni minni. Og dóttir mín var farin að segja mér að halda kjafti. Þannig ég er mikið að nota frasaðinn. Já, takk. Þetta verður svolítið þannig. Þessi seðill. Herru, förum í hinseðilinn. Þetta gefur hvað? Án stjórnunar... Hann gefur 4 eitthvað. Já. 5. Og svo tekið stjörnuna mínus milljón. Sko, ég setti stjörnuna mínus milljón sem er mínus 10,5 á 1,9. Svo er ég með Þorlákshöfn, Skagan eins og þú. Og þetta er bara svona lock bet okkar umferðar, ekki? Stjarnan mínus 10,5 út í Njarðvík. Sammála því? Já, mér finnst það. Þetta er svona sem að við myndum læsa á alla seðla. Jú, bara opposite við Káar einhvern veginn, skilur Ég tek bara á mig hérna... Þeir voru ekki í flöskuborði. Að tapa húsi og bíl á því að þeir cover ekki þetta spredd. Ég held einhvern veginn að þessi Káar Álftanesleikur að fara að eyðileggja seðilinn hjá okkur báðum. Já, það getur vel verið, sko. Já. Ef við þá ekki bara taka hann út. Taka bara Þorlákshöfn plus 10, Skagan plus 18, Stjarnan mínus 10. Þrenna. Já, það má alveg hafa fleiri en eitt seðil, sko. Svo er föstudagurinn ekkert mjög spes. Ég ætla að fara... Hvaða leikir er það? Það er nefnilega... Vantilega stólar. Sko, það síðasta sem við gerum í dag, það er ég flétti upp í símanum mínum hvenær þeir leikir eru. Og Keflavík. Það er Tindastóll Ármann á Sauðárkrók, án Brandon Avarett. Já, bara... Það verður hetjulegur sigur stólamanna. Það verður 20 pluss. Það er enginn að fara að nenna að snerta það. En svo ertu með Keflavík, Grindavík, klukkan 7:30. Ég er Grindavík með alla mannskapið sinn. Haltur Remi Martin gegn Höltum DeAndre Kane. Ef hann er þetta haltur, maður veit ekkert meira það. Aldrei vekja mig. Það veit Báðum illt mjög oft eftir að þeir gera eitthvað, liggja eftir. Það þarf marga sjúkraþjálfara að lækna á þennan leik. Já, það þarf það vissulega. Það er ekki að vera læknir í stúkunni. Og það þarf marga sálfræðinga í þennan leik líka. Já, mjög marga. Báðum megin. Mjög klíniska. En hvað er í vinna? Allir með, hver er vinna? Á hvað heimaðall er þetta? Keflavík. Keflavík tekur þetta. Þeir spiluðu bara það vel aðna í undanúrslitum og þeir geta allavega unnið sig áfram út af því. Pargó, frumsýning. Ég tek Keflavík þannig til að Grindavík sýni mér að þeir séu aftur að detta inn á beinabrautina. Já, ég ætla að sleppa það að betta þannig. Já, ég líka, en ef ég gun to my head. Ég ætla að hvetja menn til þess að betta mikið á 50-daginn og taka bettlausan föstudag. Já, það vanlega líka gengur alltaf svakalega vel á 50 dögum og svo er föstudagar oft helviti... Samt ekki. Fyrsta deildin er náttúrulega föstudögum oft. Já, reyndar, já. Fyrir utan stórleik Blika og Hauka sem maður mátti ekki ræða hér. Nei. Hann er á morgun. Blikar large. Nei, tjók. Við skoðum föstudaginn. Gutti minn er að fara að leiða Haukan inn á til sigurs. Er hann að fara að leiða Kela? Eða er Keli að leiða einhvern guttinn þinn? Er Keli guttinn þinn? Já, svo er það. Nei. Sonur minn er að fara að leiða. Guttarnir þínir eru að leiðast. Já, guttarnir mín eru að leiðast.
Alex Rapp og Mikael, ekki tjá þig. Hvernig fyrir þessi leikur? Þetta er náttúrulega bara toppslagur. þetta er bara hörkuleikur sko. Er hann í Hafnarfirði? Væntanlega ef Guttin á liðinu. Já, hann hafði, já. Ég held að Haukar vinni. Nei, ég held að Blikar vinni. Já. Ég held að kaninn sem að Mikael og félagar drógu þarna upp, hann er of stór biti. Ég hefði viljað sjá Everett segja sér ríkisbyggur rétt fyrir löngu síðan og Já, þú ert ekki einn það. vera komin inn á leik. Mér heyrist að hann hafi líka viljað gera það. Já, það. Hann hefði viljað sjá það gerast. En er það ekki rétt, Mikael, að þetta er svona, er ekki staðan þannig að Breiðablik og Höttur eru ennþá jöfn eða? Jú, Haukar eru 2 leikjum eftir það ekki. 2 leikjum, Já. Bara til góða? Nei, þetta er, Eru þið með jafn marga tapleiki? já, þetta er held ég bæðilegur 14-2, Já. Breiðablik og Höttur og svo erum við með Sindra og Hauka. Já, 12-2. þið eru bæði 14-2. Já, og þeir eru 12-4. Já, og þið eigi eftir að mætast. Já, við erum þá í Þannig að- þar næstum ferð. Já, ok. Þannig að þetta er hjúts leikur, þá má segja það. Já, Haukar náttúrulega skeindu blikunum í fyrri umfyrinni. Já, ég mani svo því. byggarnum. Litur rigna yfir þá. Já. Nei, ekki blikunum, nei. Blikar eru svona Er Hugi Hallgríms með, veistu það, Steinar? Ég held að hann verði með, já. Já. Það munar helviti miklu að þeir séu fullmannaðir eða ekki. Það er ekki mikil breytt einhvern veginn. Ég vil líka bara Mikael undirbúið sig undir það eins og hann sé með. Ég vil fá bara að Blika mæti full force svo við getum gjörsamlega raskilt á og engar afsökarnir sko. Heyrðu, látum þetta vera að loka orðin hér í dag. Takk fyrir komuna, strákar. Já, takk fyrir okkur. I'ma take what I want, so you try to front, hope ya. You ain't real, hope ya. Yo, I'm the N, the A to the S-I-R. And if I wasn't, I must have been Escobar.